Og núna. Já, verið velkomin á fund bæjarstjórnar númer 566. Í dag er 19. febrúar 2026 og klukkan er 5. Mættir á fund Gylfi Ólafsson, Jóhann Birkir Helgason, Kristján Þór Kristjánsson, Finnur Rakel Árnadóttir, mættir Nanný Arnu, Magnús Einar Magnússon, Steinunn Guðný Einarsdóttir, Elísabet Samúelsdóttir, Sigríður Júlía Brynleifsdóttir, Þorbjörn Halldór Jóhannesson og Bryndís Ósk Jónsdóttir sem starfsmaður fundarins. Fyrsta mál á dagskrá, það er Breiðdalslína 1 Dýrafjarðargöng, óskum aðalskipulagsbreytingu tillaga frá 667. fundi skipulags- og mannvirkjanefndar en fundur var haldinn 17. febrúar 2026 að bæjarstjórn samþykkja heimila auglýsingu skipulagslýsingar Breiðdalslínu 1 Dýrafjarðargöng vegna breytinga á aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2010 til 2020 samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123 síðan 2010. Orðið lustundir þessu lið. Enginn er beðið orðið, þá legg ég þetta fram til samþykktar og megi gefa merkið samþykki. Þetta er samþykkt samsíða. Já, ekki löng dagskrá okkur í dag, þannig að nú erum við strax komin í fundargerð til kynningar. Og þetta var annar mál á dagskrá, bæjarráð lögð fram til kynningar fundargerð 1358. fundar bæjarráðs en fundur var haldinn 5. febrúar 2026 og fundargerðin í 8 liðum og orðið er laust undir þessar fundargerð. Gylfi, við beðum orðið, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Á þessum fundi fórum við yfir umsagnir samgönguáætlun meðal annars og mig langar að víkja nokkrum orðum að því. Við höfum svo í kjölfarið farið á fund samgöngunefndar til þess að ræða þessa umsögn. Ég vil fagna því hvað það komu margar frá Vestfjörðum. Það voru nokkrar í knippi á þessum sama fundi hjá nefndinni. Þá vil ég sérstaklega nefna Ungmennaráð Vestfjarða sem hafði sent inn mjög greinargóða umsögn mikilvægi almenningssamgangna. Innviðafélag Vestfjarða var með umsögn einnig og kom á fund nefndarinnar sem og fulltrúar Reykhólahrepps og fleiri, minnir mig. Það sem fjórðungssambandið, við höfum svo einnig tekið sambærilegan fund með þingmönnum kjördæmisins. Þó að sumir þeirra séu í bæði, þó að sumir þessara þingmanna séu í umhverfis- og samgöngunefnd þá var það mjög gagnlegt. Við ræddum þessar stóru framkvæmdir sem eru að fara að klárast núna vonandi á næsta ári með þveröngum og Djúpafjarðar. Mikilvægi almenningssamganga, farnet og það hvað það er ódýrt að kippa því vandamáli í liðinn. Þetta er mælt í 100 milljóna en ekki milljörðum eins og margar framkvæmdir á samgönguáætlun eru. Við undirstrikuðum mikilvægi vetrarþjónustu og svona settum spurningamerki við það hvernig verið er að flytja ýmiss konar framkvæmdir yfir á viðhaldsliðinn sem getur verið góðar að gjalda vert og kannski ekki endilega skynsamlegt að löggjafinn sé að býsnast í eða sem þetta vasast í smærri verkefnum en þetta gerir ferlið ógagnsærra og forgangsröðina einnig. Við myndum á þessa skýrslu sem að Vestfjarðastofa skilaði í byrjun árs mikilvægi borgaralegra og varnarinnviða eða það er að segja hvar kröfur okkar borgaralega innviði mætast hugmyndum uppbyggingu varnarinnviða og aukningu áfallaþols og það eru ýmiss konar samgönguverkefni sem að falla þar undir. Það er farnetið sem ég var að nefna, Innstrandavegur, vegasamgöngur sem að tengjast til dæmis virkjun Hvalár og áframhaldandi gerð Bíldudalsvegar 63, styrking flugvalla, styrking hafna og svo framvegis og framvegis. Þetta hefur mætt og svo náttúrulega kannski stóru fréttirnar eru náttúrulega bæði hvernig stóru vinnuvélarnar hafa verið núna í rúman áratug á Dynjandisheiði og sunnanverðum Vestfjörðum við að laga veginn en einnig að í þessari samgönguáætlun gert ráð fyrir að flytja jarðgöngum til Álftafjarðar frá Skutulsfirði frá því sem áður hafði verið ákveðið og við að sjálfsögðu fögnum því. Þetta orðið ennþá laust undir þessari fundargerð
og enginn beðið orðið, þá leggjum við frá þannig fram til kynningar. Það var bréfamál, það bæjarráð. Það lögð fram til kynningar fundargerð 13.2009. fundar bæjarráðs fundur var haldinn 12. febrúar 2026. Fundargerðin 12 liðum. Orðið í lausn til þessari fundargerð og Gylfi beðið um orðið til sætt. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur, það ýmislegt bragðmikið í þessari fundargerð bæjarráðs. Ég vil byrja kannski á að tala þjónustu sveitarfélaga. Þetta var skjal sem var lagt fram til kynningar í bæjarráði og hlýtur ekki kannski meðferð hér í bæjarstjórn af þeim sökum. Þarna voru ýmsir kostir sveitarfélagsins dregdir fram og ýmis tækifæri til bætinga eins og sagt er á stjórnunarmáli. Við samþykktum umsóknir til fiskeldissjóðs, gerðum eina breytingu frá því sem kom fram í minnisblaði, allavega í fyrstu drögum og svo vil ég vekja sérstaka athygli á fjórða máli sem er kynningar, sem er nokkur minnisblöð til kynningar orkusparnað vegna varmadæla og þar kemur fram að orkusparnaðurinn er í sumum tilvikum talsvert meiri heldur en Bári hefði gert ráð fyrir, alltaf 80%, 70–80% í einhverjum tilvikum, sem er makalaust og undirstrikar mikilvægi þess að við höldum áfram að setja peninga í slíkar framkvæmdir. Takk fyrir þetta. Það er hver sem vil taka til máls til þessari fundargerð. Svo er ekki aftur lagt fram til kynninga. Fjórða mál dagskrár skipulags- og mannvirkjanefnd til að fram til kynninga fundargerð 667. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar. Fundur var haldinn 12. febrúar 2026 og fundargerðin í 15 liðum. Orðið í lausn til þessari fundargerð. Kristján beðið um orðið til sæl. Það ekki skipum von eða? Jú. Forseti, bæjarfulltrúar, ég vildi bara fagna því að það sé komið einhvers konar mynd á deiliskipulag fyrir miðbæ Ísafjarðar. Við erum búin að bíða svolítið eftir þessu en þetta er bara svona fyrstu drög og er komin drög en það er ágætt fyrir alla að skoða þetta, kynna sér þetta. Þetta er svolítið, það er ákveðnar breytingar þarna viðamiklar og ég sat með þennan fund og bað samt nefndina lagði það til að þetta er alltaf sent til hafnarstjórnar því að það eru alls konar teikningar þarna inni og þegar fólk sér svona teikningar þá heldur það sé bara orðið full klárað. Það er ágætt fyrir fólk að minna sig á það að það er ekki, það eru svona ákveðnar svona gamla höfnin sem lá hérna útsými, hérna hún ekki bæjarhöfnin eða eitthvað svona sem var svona bara beint út frá pollinum, annars slíkt, alls konar hugmyndir um það og eins breyting á pollgötunni og lóðir sem eru bæði á svolítið skrýtnum stöðum með það sem fólk þekkir það en gæti orðið einstaklega flottar byggingarlóðir. Þannig ég bara er að hvetja ykkur til þess að skoða þetta og hafa þá skoðun á þessu þegar þetta fer eitthvað lengra ferli. Takk fyrir þetta. Sveitum máls, já. Sigurður, já. Forseti og bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langar til að taka til máls undir liðnum hana með miðbæjarskipulagið, deiliskipulagstillöguna. Ég er mjög hrifin af því sem hefur komið fram og en það er ein spurning sem ég er með og ég veit ekki hvort það er einhver hér á þessum fundi sem getur svarað því. En það er minnst á það, það var í tillögunni lóðir, við erum að tala um þéttingu og þá er minnst á að það þurfi að passa eða standa vörð græn svæði í miðbæjarskipulaginu og er nefndin með þá einhverjar hugmyndir það hvaða markmið eru það að setja sig? Er það að það sé eitthvað ákveðið fjarlægð á milli grænna svæða eða nú eru ekkert svakalega langar vegalengdir hérna innan bæjar en svona, mér langaði bara til þess að varpa þessu hérna fram ef einhver getur svarað, annars bara síðar sko. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Kristján beðið um orðið til sæl. Það var kannski, það var aðeins að skoða að það var verið að reyna að bæta við grænum svæðum hinum megin, eða pollmegin við pollgötuna og minnka jafnvel græn svæði annars staðar á eyrinni. Það var meira verið að skoða kannski hvort það væri skynsamlegt að vera að senda fólk yfir pollgötuna inn á græn svæði þegar það væri mögulega hægt að gera það
hérna meginn Pollgötunnar, þetta er allt á frumstigi. Það var bara einu umræðan á fundunum hvort að það geti verið skynsamlegt þegar umferðin Pollgötunnar mun í framtíðinni. Það er eitthvað sem fólk þarf að huga. Það mun aukast verulega umferð Pollgötuna. Ef að framkvæmdir og ef að lóðir á Suðurtanga munu fyllast eins og við búumst við og jafnvel fyrirtæki sem eru með mikinn fjölda af fólki í vinnu og annað slíkt. Það er og jafnvel meira trukkaðir fyrir annað slíkt. Þá mun umferð aukast verulega og það er alveg spurning, við þurfum allavega að ná að stýra því vel þegar við erum að láta fólk fara yfir og göngulegir þar, hvernig við viljum gera það annað slíkt. Það var svona aðalumræða á fundinum. Takk fyrir þetta. Orðið er þetta laus. Svo ekki á örgulega fram til kynningar. Það er 5. mál, það er skólaíþrótta tómstundanefnd. Það er mál 5, lögum til kynningafundi gerð 38. fundar skólaíþrótta tómstundanefndar en fundur var haldinn 11. febrúar 2026 og fundi gerðir 2 liðum. Og orðið er laust þessu lið. Enginn hefur beðið orðið, þá er það lagt fram til kynningar. 7. mál dagskrá er umhverfis- og framkvæmdanefnd. Lögð fram til kynningar fundi gerð 106, nú fór þetta alveg með mig afsækið. Fund 165, já, bjarga mér núna. Umhverfis- og framkvæmdanefndar fundur var haldinn 11. febrúar 2026 og fundi gerðir 8 liðum. Og orðið er laust undir þessari fundargerð, þá er ekki beðið orðið ekki svært. Forseti bæði fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Mig langar að koma hérna undir lið 3 og 4. Í lið 3 er verið að hvetja til þess að farið verði í mögulegar úrbætur, eða sem sagt að farið verði í úrbætur á umferðaröryggismálum við Túngötu á Ísafirði. Og ég vil bara hvetja nefndina til dáða. Þetta er bölvað vesen og það sem að gera þetta eiginlega verra er hvað þetta er flókið tæknilegt útfærsluatriði, bæði verkfræðilega og sálfræðilega, sem að flækist enn frekar þegar atriði eins og aðgengi snjómokstur, aðgengi neyðarbíla og svo framvegis kemur inn í. Það er eðlilegt viðbragð að reyna að gera götur breiðari til þess að auka útsýni ökumanna, en svo kemur í ljós að eftir því sem að götur verða breiðari þeim mun hraðar byrja fólk að keyra og oft geta þverstæðukenndar lausnir verið skástar að þrengja að bílunum til þess að gera leiðilegra að keyra götur til þess að minnka hraða. Og ég sé til dæmis að það kvarta mjög mikið yfir því að það er de facto einstefna á sumum köflum í Fjarðarstrætinu fram frá Faktorshúsi niður að Grjótaþorpi til dæmis og ég held að það sé bara hreinlega til bóta að hafa það þannig, eða sem sagt ekki til bóta, ég held að það sé sem sagt gott að hafa það þannig þess að það hægir á umferð á þessum annars frekar beina kafla. Þannig að ég er bara spenntur að heyra hvað kemur út úr þessu og að fólk sé kannski reiðubúið til þess að kíkja út fyrir, eða horfa út fyrir bóksið. Svo vil ég fagna því að átak fjarlægingu á númerslausum bílum sé loksins farið að bera árangur. Þetta hefur verið mikið lítið á bænum og ég vona að nýtt verklag og ferlar séu til þess fallnir að taka þessu strax og að eigendur annarra númerslausa bíla farið að sjá að sér og einnig eigendur annars rusls. Þetta eru fleiri sem vilja taka máls. Jón Kristinn beðið um að ekki svært. Forseti bara fyrir að það kom aðeins umræða á skipulagsfundinum hvort að það væri eitthvað möguleiki að koma aðeins umferðaröryggismál í Túngötunni. Þar voru eigendur þessar bílskúra sem eru við Fjarðarstrætisblokkina að óska eftir minnkun á lóð sem er milli bílskúranna og Túngötublokkarinnar og var samþykkt þar. Það er spurning hvort að sé hægt að koma fyrir þar einhvers konar bílastæðum fyrir Túngötublokkina til þess að auka útsýni frekar annað slíkt. Þetta var einhver smá umræða sem bara mundi akkúrat eftir núna. Þetta er kannski að skoða þetta þegar við tekjum þetta. Takk fyrir þetta. Eru fleiri sem vilja taka máls undan þessu lið? Svo er ekki og þá er þetta lagt fram til kynningar. Og dagskrá tæmt hjá okkur og fundið slitið 17:15.
Takk fyrir.